Himalaya-fjöllin stærsti fjallgarður heims og hann staðsettur í Suður-Asíu. Himalaya-fjöllin tengjast yfir norðanhluta Indlands og Pakistan, suðvesturhluta Kína, Bútan og Nepal og þau laumast einnig inn í Afganistan. Helstu fjöll fjallgarðsins eru Cho-Oyu, Makalu, Lhoste, Kanchenjunga, K2 og Mount Everest. Í þessari heimildamynd verður fjallað dýpra Himalaya-fjöllin, allt frá því helstu fjöllin og hvernig þau mynduðust. Hann hæsta fjall jarðar og nær yfir 8.848 metrum að sjávarmáli. Tindur fjallsins staðsettur í Tíbet, Kína og hafa yfir 4.000 manns klifrað tindinn. Þetta samt ekki auðvelt ferðalag þar sem meira en 400 manns hafa látið lífið. Aðstæður eru ekki góðar á tindi Everest þar sem súrefni minnkar og loftið verður þynnra því hærra sem þú klifrar. Vindhviður eru afskaplega sterkar og hitastig oftast fyrir neðan 40 stig á Celsius. Menn sem klifruðu upp á tind Everest voru nýsjálendingurinn Edmund Hillary og nepalski leiðsögumaðurinn hans Tenzing Norgay. Mikið rusl safnast upp á Everest seinasta árum og er lagt mikið upp á því að taka það til. Klifurbúnaður, matardósir, mannahægðir má sjá allan tindinn. K2 næst hæsta fjall heims, 8.611 metrar á hæð og stendur á landamærunum Pakistan og Kína. Fjallið þekkt fyrir bjartar hliðar og óútföllandi veður sem gerir það einnig af erfiðustu fjallalega heims. K2 hefur oft minni athygli en önnur fjöll en fjöllum að líta það sem stærri og áhugaverðari áskorun. Þrátt fyrir fjallalegum sem mismunandi en við önnur fjöll. Fjallið mynduðust samrækt tveggja fleka, Indlandsflekans og Evrasíuflekans. 2500 km af samræksflekamörkum í það bil 50 milljónir hefur hægt og örugglega myndað hæsta fjallgarð jarðar. Fjallgarðurinn sá yngsti af öllum samræksfjallgörðum. Aðrir fjallgarðar eins og Barberton fjallgarðurinn 3 til 5 milljarða ára gamall og Alparnir eru 65 milljónir ára gamlir. Fyrir 225 milljónum árum var Indland stór eyja undan ströndum Ástralíu og aðskilin frá Asíu og Tethys-hafinu. Pangea byrjaði að brotna upp og Indland hóf ferðalag í norðurátt í átt að Asíu. Indland var það bil 6.400 km sunnan frá meginlandi Asíu en það færðist norður það bil 9 til 16 cm á hverju ári. Samrek þegar tveir flekar rekast saman. Þegar tveir jarðskorpuflekar rekast hvort annan þá myndast hættulegir jarðskjálftar og háir fjallgarðar. Jarðskorpurnar þrýstast saman og fara hægt og rólega upp og eru breytingarnar eiginlega ósýnilegar á okkar lífstíma. Hins vegar gerist annað þegar hafsbotnskjálftar hluti saman. Þegar hafsbotnskjálftur reka á hvor annan lýstir sem eðlisþyngri hafsbotninn undirheimt og undirjörðar. Það bráðnar súrasti hluti skjálftanna og kvikan kemur upp sem eldingar. Sama gerist þegar hafsbotn og meginland rekur. Eðlisþyngri skjálftan hafsbotns hristist og kemur upp þegar. Ég komin hérna með sturlaða staðreyndir. Vissir þú að Himalaya-fjöllin eru ennþá að stækka? Indlandsflekin ennþá að fara undir Asíuflekann sem þýðir að Mount Everest að vera hærra á hverjum degi. Hérna önnur sturlu staðreynd. Himalaya-fjöllin eru svo stór að þeir að breyta veðrinu á helmingunum af heiminum. Líka nálægt Himalaya-fjöllunum næst minnsti punktur heims og hæsti punktur heims. Á þessu svæði eru yfir 1000 fjöll og öll 7000 metrar. Það eru 1000 fjöll sem eru yfir 7000 metra. Og síðan eru alveg frekar mörg sem eru yfir 8000 metra. Og engin annar staður í heiminum nær nálægt þessari tölu. Það líka snjótígrar og rauða pöndur upp á Himalaya-fjöllunum. Já, svona skemmtileg staðreynd sko. Himalaya-fjöllin eru líka trúið Himalaya-fjöllin eru líka heilög í búddisma og hindúisma. Þeir kalla það heimur guðanna. Já, einn seinasta sturlaða staðreynd sem ég er með hérna. Ef þú stendur einum megin á Himalaya-fjöllunum, það getur verið sól, hlýtt og allt það, bara gott veður.
en ef þú stendur hinum megin getur verið snjókoma, stormur og bara hræðilegt veður.